Komið í sæl og velkomin í hádegisviðtalið. 5 vikur eru frá því Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson lét af embætti borgarstjóra eftir aðeins 16 mánaða setu. Vilhjálmur er nú eftir dramatíska atburði komin á ný í það hlutverk sem hann gegndi áður að vera oddviti minnihlutans og hann situr hjá okkur. Vertu velkomin. Já, þakka þér. Ég held að það séu afskaplega margir sem hafi þá tilfinningu og jafnvel sterka tilfinningu og líka sjálfstæðismenn að í tengslum við átekinu Orkuveitu Reykjavíkur þá hafi orðið trúnaðarbrestur milli þín og annarra borgarfulltrúa. Það spyr að því margir geta þessi sár gróið. Þetta var mjög erfiður tími vissulega og ég held að ég hef nú sjaldan lifað erfiðari tími í pólitík. Ég er nú búin að vera í 25-26 ár. En við höfum farið yfir þetta mál sameiginlega við borgarfulltrúarnir 7 og rætt þetta mjög hreinskilnislega og það ríkir núna full traust og trúnaður á milli okkar og þegar það lýst yfir traustið við mig, ekki bara þau, heldur líka 220 manna fundir í fulltrúaráði flokksins í Reykjavík, þannig að við höfum bara farið yfir þetta. Ég viðurkenndi það og viðurkenni það að ég fór á hrætt í þetta mál og við fórum yfir málið og við stöndum núna þétt saman og saminuð þessu máli. Við skulum ekki gleyma því að við þessi hópur við erum búin að vinna mjög lengi saman. Ég var oddviti þegar Björn Bjarnason hætti 2003 og síðan fórum við gegnum prófkjör og þá vorum menn að spá því að við getum ekki unnið saman að því að við höfum tekist á hjá Gísli, samstarfið við hann til dæmis og það hefur verið alveg frábært og samstarfið í meirihlutunum núna sem við höfum verið í tæpt 1,5 ár, það var mjög gott. Við höfum komið svo mörgum góðum hlutum til leiðar og ætlum að kynna það fyrir borgarbúum fljótlega, hvað við vorum að gera en auðvitað finnst mér miður að hafa ekki fengið tækifæri, allavega ekki bili til að halda þessu máli. Nú segir þú að allt sé í lagi hjá okkur, en er þetta ekki raun rítingstunga í bakki á þér? Er þetta ekki uppreist sem þú gera gegn þér þegar þau fara til fundar við formanflokksins og varaformann og raun klagaði? Nei, þau fóru til fundar við Geir Haarde til þess að fara yfir þetta mál og auðvitað hefði það kannski mátt gerast með öðrum hætti. Það hefði mátt gerast með öðrum hætti. Ég hef sagt það og ég ætla ekki að fara neitt að ítreka það hér frekar. Ég hef sagt að þetta hefði mátt gerast með öðrum hætti. Er þetta ekki rítingstunga? Nei, þetta var ekki rítingstunga. Málið náttúrulega var á mikilli fleygiferð og mikil fjölmiðla umræða eins og þið þekkið fjölmiðlamenn, þið eru snillingar í því að búa til svona hvirfilbili í sambandi við ýmis mál en okkur tókst að fara yfir þetta mál og alveg bara í ágæti sjónabandi þá stundum verða deilur en menn reyna að leysa þær og við höfum bara þroska til þess að gera það og ég segi... En er þetta ekki bara djúpt sárt til þess að þú getur verið leiðtogi þeirra með fullu trausti þeirra? Ég hef fullt traust þeirra og þú getur bara rætt við þau ef þú trúir mér ekki og við vorum að til dæmis núna höfum við verið að vinna undirbúa okkur núna í þessum nýja minnihluta og okkar málefnastarf og höfum átt langa og mikla og góða vinnufundi undanferðinu það þannig að við erum bara staðráðin í því að standa við okkar skyldur. Ég var kosinn alveg eins og þau og aðrir borgarfulltrúar af Reykvíkingum til þess að sinna tilteknum málum og mér dettur ekki í hug að bregðast þeim þúsundum kjósenda sem að sérstaklega studdu mig og bara bregðast þeim sem að vilja að það sé staðið að aðgerðum og átaki í ýmsum málum. Ég til dæmis sérstaklega lagt áherslu á það að reyna að gera vel í búsetuúrræðum eldri borgara. En á þess að ég vilji aðeins staldra betur við nefndum forsætisráðherra og á þess að ég vilji fara út í tæknilega atriði málsins og hver sagði hvað, en það var þá upplýst. Það er alveg nóg tími til þess að gera það. Já, Björn Ingi hann upplýsti það eftir þessa atburði að á fundi í rafveitu stjóra bústaði við Elliðaár. Þar hafir þú upplýst þegar menn voru að taka ákvörðun að fara í sameiningu Geysisgreen og Rey að þú hefði rætt við formann flokksins, forsætisráðherrann og samrunnin hefði verið kynntur honum og Björn Ingi hefur eftir þér honum hefði litist vel á ráðahaginn. Já, Björn Ingi hefur nú sagt ýmislegt í þessu máli og ég ætla ekki að fara það sem að ég svarað áður í fjölmiðlum, það sem að ég gerði, að ég kynnti Geir Haarde, formanni flokksins að það væru viðræður í gangi, ég kynnti honum engin skjöl eða gögn í kringum þetta, ég einungis kynnti honum þetta og ekki annað. En hann hafi sagt að sér hafi litist vel á þetta. Er hann ekki raun að gefa samþykki sitt fyrir hugmyndafræðin í málinu? Ég bara kynnti honum þetta og sagði honum frá því og fleira var ekki rætt í þeim öflum. En hvaða viðbrögð fékkstu frá honum? Ég kynnti honum þetta. Þessi orð sem þú ert að viðhafa eftir Björn Inga, það er bara rangt. Og sagði þá hann ekkert um þetta?
Hafði hann enga skoðun? Við þetta ræddum saman, ég ætla ekki að fara að segja frá því nákvæmlega hvað hann sagði, en ég kynnt honum þetta. En það lagðist ekki gegn þessu. Þú hefðir þá stöðvað málið ef hann hefði Já, ég hefði náttúrulega gert það ef svo hefði komið. Ég bara kynnt honum þetta mál og eins og mér fannst eðlilegt að gera sem oddviti hópsins og borgarstjóri gerði ég það og hann var ekkert að hafa þá skoðun að ég ætti bara að snar hætta þessum viðræðum. Það var ekki þannig, en hann hafi tekið vel undir þetta. Það er bara rámt, það var ekki slík orð látin falla. En þú kemur til fundar við þína samstarfsfélaga þarna í stjórninni þarna. Já, með einhvers konar vilyrði frá formanni flokksins. Þú hefur hann á bakvið. Ekkert vilyrði, ég bara kynnt honum þetta eins og ég stundum geri. Ég hef kynnt formanni flokksins ákveðið mál sem ég hef verið að vinna að og ætlast ekki til þess að hann fara að hafa því nema hann óski þess sjálfur eitthvað sérstakar skoðun. En ertu að segja þegar Björn Ingi segir og hefur eftir þér að Geir hafi litist vel á Ráðahaginn að Björn Ingi sé að skálda það? Það eru mörg vitni sem voru á þessum fundi. Já, hann hefur sagt þetta. Ég sagði þetta, ég bara sagðist hafa kynnt Geir Haarde þetta og ég hef ekkert meira þetta að segja. En nú liggur það fyrir í stefnu yfirlýsingu þessar ríkisstjórnar að hún vill stuðla að útrás orkufyrirtækjanna. Þessi hugmyndafræði var ekki raun 6 minúta hópur sem gerði uppreist gegn þér að ganga gegn þessari hugmyndafræði bæði ríkisstjórnar og fyrirverandi borgarstjórnarmeirihluta að nýta þá þekkingu sem í opinberum orkufyrirtækjum til útrásar? Þetta er þetta spurning aðferðafræði þegar það færir í svona útrás og það bara kemur í ljós að þegar svona öflug einkafyrirtæki að ræða sem er í útrás og síðan opinbert fyrirtæki að það er mjög erfitt að tvinna þetta saman þannig að fólki líki það verður að vanda sig greinilega mjög vel við það, en það er rétt sem hún segir að það er í landsfundarályktun Sjálfstæðisflokksins þá er beinlínis því fagnað að einkaaðilar séu nú komnir að útrás orkufyrirtækja, því er bara heila fagnað og síðan náttúrulega var það ríkisstjórnin sem ákvaða að selja sinn hluta í Hitaveitu Suðurnesja og þar var opinberum aðilum meinað að kaupa, þannig að það endaði með því að Geysi Green keypti sig og er núna með 30-32% hluta í Hitaveitu Suðurnesja og við erum með líka ákveðin hluta Reykjavíkurborg og svo er það sveitarfélagin önnur Reykjanesbær náttúrulega sem á mest í fyrirtækinu, þannig að það er orðin dálítið svona fjölbreytt eignaraðild að Hitaveitu Suðurnesja og það er ekkert slæmt við það. Já, ég vil aðeins fara í önnur mál. Nýr meirihluti er að koma sér fyrir og hann var að kynna sína fyrstu fjárhagsáætlun. Hvernig líst þér? Hvernig finnst þér hann fara af stað? Mér getur ekkert litist mjög illa á þessa fjárhagsáætlun vegna þess að undirbúningur af þessari áætlun hefur meira og minna á sér stað hjá fráfarandi meirihluta undir minni stjórn sem borgarstjóra. Þannig að ég er mjög ánægður með margt sem er í þessari áætlun eðlilega. Þeir gera þó einhverja breytingar? Jú, síðan hafa verið gerðar einhverja breytingar og svo er náttúrulega talað mjög loðið um aðra hluti. Það sem að ég gagnrýni sérstaklega í þess er það að þessi nýji meirihluti, hann neitar algjörlega að halda áfram þeirri stefnumörkun okkar að lækka fasteignaskatt á íbúðarhúsnæði í Reykjavík 25% á kjörtímabilinu. Við lækkum það á 10% núna þessu ári, en meirihlutin ætlar ekki að halda þessari stefnu áfram og mér finnst það mjög miður vegna þess að núna eru þessi fasteignaskatt eða fasteignamatið að hækka 10-15% á íbúðarhúsnæði, þannig að íbúðarnir munu finna fyrir töluvert mikilvæg hækkun á þessum gjöldum. Í öðru lagi að þá er ekki gert ráð fyrir því að það veri byggð niðurslag gatnamót á fjölmennustu gatnamót landsins, Miklubraut og Kringlumýrarbraut. Og þrátt fyrir það að það hefur margótt komið fram að 70-80% af íbúðum Reykvíkinga eru mjög fylgjandi því. Slík framkvæmd myndi auka þarna umferðaröryggi, ekki bara fyrir þá sem ferðast í bílum, heldur þá sem eru gangandi og hjólandi, myndi auka flæði umferðar, en þessu er bara ítt til hliðar og endanlega hefur það alltaf legið fyrir að þeirra verið á móti þessu Vinstri grænir og Samfylking. Nú síðan finnst mér stefnaðar í skipulags- og lóðamálum nokkuð óljós. Mér finnst allt benda til þess að þau ætli núna að fækka lóðum undir sérbýli, auka lóðir í fjölbýli, en það var okkar stefna að hafa 50% sérbýli og 50% fjölbýli. Hér hefur skort sérbýlislóðir, þannig að fólk hefur flutt
ég held að við flutt frá 1995 til 2005 39.000 manns úr Reykjavík í nágrannasveitarfélögin, en úr nágrannasveitarfélögunum til Reykjavíkur 31.000, þetta munar 8.000 manns. Og ástæðin kannski ekki síst svo að fólk hefur leitað sér að góðum lóðum sem ekki hafa fengist hérna. Nú, í fjórða lagi þá verið að tala Vatnsmýrina, þá sem áframhaldið uppbyggingu þar á íbúðar- og atvinnuhúsnæði. Og hvað skildi nú Margrét Sverrisdóttir og Ólafur Magnússon segja þá stefnumörkun, því að þau hafa algjörlega hafnað því að þarna byggð íbúðar- og atvinnuhúsnæði, þarna ætti að vera flugvöllur alla framtíð Mun verða ásökun flugvallamáli hjá þeim? Já, þau hafa ekki svarað. Getur þau sagt bara, við erum stikkfrí, gerum enga málefnasamning? Nei, þetta eru prinsip fólk, bæði Ólafur og Margrét, og þau mun ekki láta taka á sér með þeim hætti, þannig að það verður fróðlegt að sjá hvað, ef að tími gefst til að sjá þeim, að sjá hvað gerist í þessu máli. En það sem hefur nú vakið kannski einna mesta athygli í þessu öllu saman, að það engin málefnasamningur. Og þau hafa hreinlega bara neitað því að birta málefnasamning. Þau voru að gagnrýna okkur fyrir það bil 1,5 ári síðan fyrir það okkar málefnasamningur Framsóknarmanna og Sjálfstæðismanna væri nú svona frekar snauðlegur og rýr. Núna bara neita þau að algjörlega að búa til að kynna fyrir borgarbúum málefnasamning, og þetta auðvitað ekkert boðleg framkoma, þetta bara heftir í lýðræðislega umræðum þá framtíð sem að íbúarnir vilja allavega fá að ræða og þetta ekki boðleg, og það í raun og veru ótrúlegt að þau telji sig geta komist upp með svona vinnubrot. Akkur heldur þau vilja ekki gera málefnasamning? Það vegna þess að þau geta það ekki, það vegna þess að það ágreiningur í töluvert, allavega í nokkrum málum og kannski mörgum málum, það áttur að koma fram, og þau geta ekki talað það, þau geta ekki gert það samning. Hvernig ætlaðu að gera samning Vatnsmýrina? Það algjörlega svart og hvítt sem það til staðar, og hvernig, og til dæmis Miklubrautin, mislæga gatnamótin, þetta var líka eitt af helstu kosningamálum frjálslyndra og óháðra, að byggja mislæga gatnamót. Nú bara henda því út. Mun þessi meirihluti halda saman út kjörtímabilið? Ég veit ekkert það. Mér finnst bara meirihlutar sem eru byggður upp með fulltrúum 4 flokka ekki gæfulegir, jafnvel 3 flokkar, en hvað þá 4? Það verður bara að koma í ljós hvernig þessi mál þróast, en við Sjálfstæðismenn við erum staðráðnir í því að bara halda uppi mjög málefnalegri og ákveðinni umræðu í borgarstjórninni. Við ætlum að halda áfram að leggja áherslu á þau góðu mál sem við vorum að vinna að og vera sem sé bara með það efst í huga að standa okkur og halda okkur við þau loforð sem við gáfum, vinna að þeim, og ég mjög stoltur af því sem að okkur tókst að koma í verk á ekki mjög löngum tíma, og ef að aðstæður breytast síðar þessu kjörtímabili þá munum við halda því verki áfram. En finnst þér líklegt að þú verðir oddviti minnihlutans út kjörtímabilið? Já, ég hef ekki vonað neina öðru. Já, það kannski, þetta er góð spurning hjá þér, sko. Oddviti minnihlutans út kjörtímabilið. Ætlar kannski að vera oddviti. Það er ekki dýsta. Nei, ég meina, er ykkur að líkur á því? Að þú sprengir hennar meirihluta og komast að verður aftur borgarstjóri? Vika stuttur tími í pólitík, það getur allt gerst. Ég meina, við skulum ekki útiloka eitt eða neitt, en við skulum bara vinna út frá stöðunni eins og hún er í dag, og það koma tímar og koma ráð. Takk fyrir komuna, Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson, hádegissveit. Lokið, verið í sæl.